Reykjavíkurborgar í þágu borgarbúa. Þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla hér að hefja umræðum aukið gagnsæi í fjármálum Reykjavíkurborgar í þágu borgarbúa. Þetta málefni reyndar ekki í fyrsta sinn á dagskrá núna. Ég gef mér það bara í byrjun að allir borgarfulltrúar séu hlynntir því að við opnum þennan glugga betur. Við beitum okkur fyrir auknu gagnsæi í fjármálum okkar í þágu borgarbúa. Það eru miklir fjármunir, vel á 200 milljarðar króna sem velt í borgarkerfinu fram og aftur ef allt er talið. Þetta er almanna fé. Þetta er fé sem að miklu leyti er tekið af borgarbúum með valdi, með nauðung, að minnsta kosti borga ekki, og annað er tekið af þeim með gjaldtöku fyrir veitta þjónustu. Og það er þetta eilíða verkefni okkar allra, okkar borgarfulltrúa, að reyna að fara vel með þetta fé, eins vel og við getum, fara vel með það, móta okkar stefnumótun sem með þeim hætti að það sé velfarið með fé skattgreiðenda, og síðan þurfum við að sjálfsögðu hafa eftirlit með því að þessu sé vel varið. Og eins og vissulega getur átt sér stað í stóru kerfi þar sem miklu er velt, þáttur maður vonar að það sé nú raunin að það sé velfarið með meginhluta fjárins, þá vitum við þetta alltaf að það má gera betur. Og borgarfulltrúar, fleiri en ég, hafa þetta fengið fyrirspurnir og ásakanir spilling í kerfinu, fyrirspurnir það af hverju einhver hlutur hafi orðið miklu dýrari heldur en var lagt upp með, af hverju fé sé eitt í þetta sem sé eftir óþarfa svo framvegis, og ásakanir eða fyrirspurnir hvort að það sé illa farið með fé einhverju leyti. Og ég held að við borgarfulltrúar innum bara mörgu leyti að hendi góða vinnu til að þegar það er að kostnaðarmeta hluti, og við fjöllum á gagnrýninn hátt um þann kostnað sem fellur til í kerfinu. En auðvitað er það svo að þegar við erum að tala um rúmlega 100 milljarða, 100.000 milljónir, þá er það svo að það dettur við engum í huga að 15 borgarfulltrúar hafi ekki yfirsýn yfir allt þetta kerfi, og jafnvel þó að vera tvöfalt eða þrefalt fleiri, þá held ég að við hefðum það ekki, og enginn. Nú, þess vegna, og við erum ekkert ein þetta, þetta er auðvitað eiginlega viðfangsefni, bara stórfyrirtækja út allan heim og sveitarstjórna og ríkisstjórna, og það hefur alveg ný hugsun í þessu málum verið að ryðja sér til rúms, og hún er svo að það eigi að upplýsa almenning í sem ríkustu mæli opinber fjármál, í hverju fénu sé varið, fyrir hvað sé verið að greiða, hver fái greitt og fyrir hvað. Og það hefur verið heillandi að fylgjast með því sem hægt að gera á netinu, fylgjast með þeirri byltingu sem hefur orðið í þessum málum víðum heim á tiltölulega skömmum tíma. Og þá leggja menn upp með þá hugsun að bæði eigi bara almenningur, skattgreiðendur, þeir eiga rétt af því að vita nákvæmlega hvernig fé þeirra er varið, og líka telja menn að þegar að kerfið er opnað með þessum hætti, þá drægi það verulega úr líkum á spillingu, á því að illa sé farið með fé. Það fjölgar augunum sem rýna kostnaðinn, og allstaðar þar sem þessi leið hefur verið farin að gera skurki því að upplýsa almenningum einstaka kostnaðargreiðslur, hefur ábendingum frá almenningi verkefnis opinbera kostnaðinn hefur fjölgað verulega, og víða hefur orðið mikill sparnaður af því að þegar stjórnmálamönnum allan heim hafa fengið ábendingar beint frá almenningi það megi verið betur, eða ábendingum að fé sé illa varið, þá gæta menn sér betur. Nú, þetta er bara hugsun sem ég held að eigi hljómgrunn í öllum flokkum og allstaðar, hún á allan að hljómgrunn mjög víða út heiminn,
í lýðræðisþjóðfélögum vel að merkja og þess vegna lögðum við sjálfstæðismenn fram tillögu hér 2. október 2012 semst í hittifyrra að allar kostnaðargreiðslur borgarinnar yrðu gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á netinu. Og það sagði í tillögu sem var samþykkt í borgarstjórn, með leyfi forseta, borgarráði er falið að skipa starfshóp til að vinna að málinu og skila tillögum hvernig staðið verða slíku verkefni fyrir 15. mars næstkomandi. Þarna var semst verið að tala 15. mars 2013. Nú, það skemmst frá því að segja að þrátt fyrir að þetta sé afar skýr tillaga og að hún hafi verið samþykkt einróma hér í borgarstjórn, þá er hún ekki komið til framkvæmdar og mér vitanlega hefur sáralítið verið unnið í því máli að koma henni til framkvæmdar. Maður sá reynda fyrir, það eins og Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi kom inn á hér í síðasta máli. Það eins og á borgarfulltrúin eins og meirihlutinn hér í borgarstjórn eigi mjög erfitt með að samþykkja tillögur sem koma frá minnihlutanum. Borgarstjóri og formaður borgarráðs hafa farið ýmsa leið til þess að þæfa tillögurnar, drepa þeim að dreif, vísa þeim til borgarráðs. Það orðið þannig hérna í borgarstjórn að það má helst ekki samþykkja tillögu lengur í borgarstjórn, þrátt fyrir að þetta sé æðsta valdi í málefnum borgarinnar, að kannski borgarstjórnarkosningum undanskildum. En það hefur verið mjög hvimleitt á kjörtímabilinu að sjá margar, það var vissulega margar góðar tillögur farið í gegnum borgarstjórn, bæði á vegum meirihluta og minnihluta, en mjög leiðilegt að ég held að aldrei hafi verið gengið jafn langt í því eins og á þessu kjörtímabili að meirihlutin virðist vera haldinn nánast þráhyggju í þeim efnum að samþykkja ekkert sem kemur frá minnihlutanum. Því yfirleitt, það kannski ekki fellt, það reynt að svæfa með einhverjum hætti, því vísa til borgarráðs til frekari meðferðar, sem auðvitað mjög leiðilegt vegna þess að borgarstjórn sem er bæði málstofa og ákvörðunaraðili í stórum málum á ekkert að koma sér undan því að ræða mál og taka þar ákvarðanir góð mál jafnt slæm. Þess vegna var ég svo ánægður þarna í hittifyrra þegar ég flutti þessa tillögu fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna að það var mjög vel tekið í þessa tillögu. Borgarstjóri hældi þessari tillögu í hástert og hann sagði meðal annars með leyfi forseta að þessi tillaga væri mjög í anda samstarfsyfirlýsingar Besta flokksins og Samfylkingarinnar og það væri mikilvægt að almenningur hefði aðgang að þessum upplýsingum með einföldum, þægilegum og skýrum hætti. Þetta var nákvæmlega sem var tilgangurum í tillögunni. Við vildum að allar þessar upplýsingar þær eru þýddar úr bókhaldskerfi borgarinnar og settar einfaldlega á netið og samt þetta skýra reglur þannig að borgarbúar gætu sjálfir bara í sinni heimilistölvu farið inn í bókhaldskerfi borgarinnar og séð hvað borgin að borga. Þetta væri hægt að gera þess vegna vikulega, mánaðarlega eða nokkurra manna fresti, minnsta lagi einu sinni ári, en það væri svo mikilvægt að allar þessar upplýsingar lægju fyrir. Það hafa ýmis góð skref verið stigin líka í upplýsingamiðlun á undanförnum árum og þessu kjörtímabili líka, til dæmis myndræn framsetning fjárhagsáætlunar, helstu kafla fjárhagsáætlunar á datamarket. Mjög verkefni sem alveg til fyrirmyndar. En þetta verkefni gengur miklu lengra. Þetta verkefni býður upp á það að maður geti flett upp einstökum reikningum, hvað er borgin að borga fyrir og hverjum er að borga það og með hvaða hætti og hver háir upphæðin. Svo þetta eins og ég segi, það þarf að sníða einhverjar reglur í kringum þetta. Ég sé fyrir mér að ég ekki viss að kannski að við setjum allra minnstu reikningana inn fyrst í stað, það er víða erlendis, þá er eitthvað þak á þessu. Ég held að sumstaðar sé þakið í kringum $1.000 í Bandaríkjunum, jafnvel 100-200 evrur í Evrópu og þykir ekki tiltökumál og ég hef spurt aðeins tæknimenn að þessu bæði í borgarkerfinu og út af markanum hvort það væri eitthvað erfitt að koma þessu kring og svörin hafa öll verið á þá leið að þetta sé hægt að gera með tiltölulega einföldum hætti vegna þess að borgin búi að mjög dýrum og þar alveg góðum bókhaldskerfum, þannig að þetta ekki verið mikið vandamál. Þannig að ég sá þetta fyrir mér að það væri hægt að drífa í þessu. Nú, bara varandi kostnaðina, því að náttúrulega það verður að fyrsta sem spyrja hvort það sé ekki dýrt,
þá er kostnaðurinn við slíkt kerfi, ég hef kallað þetta gagnsæisgátt sem er þýðing á orðinu Transparency Portal, að uppsetning gagnsæisgáttar alríkisstjórnarinnar í Washington er talin hafa kostað undir 1 milljón bandaríkjadala. Allar þetta kerfi alríkisins. Nú, það eru 120 milljónir króna. Nú, einstök ríki í Bandaríkjunum hafa sett þetta upp og sem eru þó miklu fjölmennari heldur en Reykjavíkurborg. Í Texas kostaði þetta 47 milljónir, í Nebraska kostaði þetta 4 milljónir króna og í Oklahoma kostaði þetta 1 milljón króna. Og ef þið fara á vefinn þá sjáu að þessi kerfi eru misjöfn en þau eru öll góð til síns brúks. Líka þessi gagnsæisgátt í Oklahoma sem er kannski einn af frumstæðust þeirra gerir samt sitt gagn og þannig að það er alveg ljóst að kostnaðurinn þarf ekki að vera mikill við þetta. En eins og ég segi, ég var svo ánægður þarna á sínum tíma, ég hitti fyrir að meirihlutinn sneri af þessari braut að vilja helst ekki samþykkja neitt frá okkur, heldur þarna var brugðist vel við og þessi tillaga samþykkt. Mjög skýr tillaga. Nú, í tillögunni voru tímamörk um 5-6 mánuðir, þar sem var gert ráð fyrir því að borgarráð skipaði starfshóp til að vinna að málinu. Ég held að þeir eru stór pólitískt mál að ræða og þarna var rétt að það sæti borgarráðsmenn eða borgarfulltrúar sætu slíkum hópi og svo myndu embættismennirnir sjálfsögðu vinna vinnuna. En skemmst er þá því að segja að það var ekkert gert í þessu máli mánuðum saman og þegar ég myndi á það í mars, þegar ég myndi á það hérna í mars, þá hafði ekkert verið gert, en þá brást borgarstjóri við með því að skipa hóp 3 embættismanna til að fjalla svipað málefni. Það var, ég held að við séð endisbrífi og það var ekki einu sinni þannig að þeir væri nákvæmlega fyrir þetta málefni, heldur bara svipað málefni. Bara hvernig væri hægt að auka upplýsingamiðlun að þessu leyti eitthvað slíkt. En gott og vel, ég var fullur sem það að þeir myndu vinna vel að þessu verki. Nú, ég hef ekki orðið var við að neitt hafi komið út úr þessari vinnu. Við spurðumst fyrir þetta mál í borgarráði 19. september síðastliðinn við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og fengum eitthvað svona almennt svar það að það væri svo mikið að gera, þetta væri svo erfitt og ég velti þá fyrir sér ef embættismennirnir hafa svo mikið að gera. Af hverju í ósköpunum var þá ekki bara samþykkt borgarstjórnar á sínum tíma fylgt eftir með því að borgarráð skipaði hann hóp. Ég lofa því að ef borgarráð skipar hennan hóp fyrir eftir þessari skýru samþykkt frá október í fyrra, til dæmis 3 manna starfshóp, þá 1 frá meirihluta og 2 frá minnihluta, þá ég skal lofa því að fulltrúi minnihlutans, hann verður ekki svo störfum hlaðinn að hann get ekki setið nokkra fundi til þess að koma þessari vinnu áfram og ég vona sjálfsög að meirihlutinn geri það líka. En þess í stað þá skipar borgarstjóri, hann skipar í staðinn fyrir að fara eftir tillögu og samþykkt borgarstjórnar að borgarráð skipi starfshóp. Þá sem sagt er þessi hópur settur í máli og ég hef ekki orðið var við, það hefur ekkert komið út af þessari vinnu mér vitanlega. Og ég verð að segja að mér finnst þetta er ótrúlegt, þetta er bara mjög slæm vinnubrögð. Í fyrsta lagi að samþykkja þessa tillögu tiltölulega einfaldan hlut og svo er ekkert farið eftir honum. Og líka það er mjög skýrt í tillögun að borgarráð skipi hennar hóp fyrir 15. mars 2013 og það er ekki enn verið gert, það er ár síðan þessi hópur átt að taka til starfa. Tiltölulega einföld vinna, ég er viss að það verið hægt að vinna þessa vinnu fyrir nokkrar milljónir króna og hægt að annaðhvort tölvudeild borgarna geti séð það eða það verið hægt að kaupa þessa þjónustu utan á bæ. Það þyrfti að skilgreina verkefnið með einhverjum hætti, eins og ég sagði hér áðan, það er kannski, ég er ekki viss að við myndum setja alla smæstu reikningan inn en það verið hægt að miða við eitthvað upp í þeim skilningi, kannski 100.000 krónur, 200-300.000 krónur eins og menn hafa gert víða það sem þetta hefur verið gert út heiminn og svo þyrfti að setja almennan rammi í kringum verkefnið, til dæmis að það var ekki verið að birta, mann hérna í umræðinu sínum tíma, þá fór fólk eitthvað veltaði fyrir sig hvort að það væri hægt á að hér eru birtar einhverjar persónuupplýsingar sem væri óviðeigandi birta og ég get alveg tekið það, auðvitað þarf að setja slíkan ramma, ég gerir til dæmis ekki ráð fyrir því að við myndum setja launagreiðslur inn á þetta netendilega, þó það mætti alveg ræða það mín vegna, en ég held að það væri ekki þörf á því fyrsta kastið allavega.
og svo gerir ég líka ráð fyrir því að við myndum ekki setja bótagreiðslur þarna inn. Það er væntanlega hægt að ákveða það og örugglega full pólitísk samstaða þar. Ekki launagreiðslur, ekki bótagreiðslur, en hins vegar verðum við að tala allar aðrar kostnaðargreiðslur borgarinnar. Allt sem öll vinna sem við greiðum fyrir, allar utanferðir embættismanna og borgarfulltrúa, allt sem nöfnum tjára nefna og þegar við örugglega lendið í borgarfulltrúa góðir eins og ég, að blaðamenn sem kalla eftir upplýsingum í þessu kerfi, þeir kvart oft yfir því að þetta taki tíma, þeir þurfa að bíða eftir því, þeir eru alltaf að vinna þetta fyrir daginn í dag. Þarna myndum við bara held ég líka létta vinnuálagi af starfsmönnum sem eru alltaf að skoða upplýsingar eða kalla eftir upplýsingum úr kerfinu fyrir fjölmiðlamenn og borgara. Þarna gætu menn bara gert þetta sjálfur. Og ég held að sé alveg óþarfi að við drögumst meira aftur úr sveitarfélögum víðum heim sem við viljum bera okkur saman við í þessu samhengi. Reykjavíkurborg er mjög vel, að mestu leyti mjög vel tæknivætt sveitarfélag. Við eigum að vera framsækin sveitarfélag, framsækin borg í öllum upplýsingamálum, ekki síst þegar kemur að upplýsingagjöf gagnvart almenningi. Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi í Fjallaheiðar áðan, var hér með snjalla ræðu áðan mikilvægi þess að flytja þjónustuna sem mest út í hverfin og það er að taka undir það á ýmsan hátt. En ég held að sé líka í þessu tilviki værum við að flytja upplýsingarnar skattgreiðslu borgarbúa beinlínis bara heim til þeirra í tölvuna. Ef þeir vilja verja tíma sínum til þess að skoða í hvað peningarnir þeirra að fara. Þannig að ég held að þessu leyti verði ekki komist öllu nær fólkinu sjálfu í upplýsingagjöf, auðvitað og yfir í farbroti því. Þess vegna þykir mér það mjög leiðilegt þegar eins og í þessu tilviki við náum samstöðu öll hér að styðja tillögu, svona góða tillögu vil ég leyfa mér að segja, að þá skuli bara tíminn líða. Það er ekki farið eftir tillögunum að skipa starfshóp til að fara í málið og þannig að það læðist að manni sá grunnur að tillagan hér í hittifyrra hafi ekki verið samþykkt af heilum huga meirihlutanum, menn hafi ákveðið að samþykkja hana en tefja síðan málið. Ég veit ekki, ég fékk eitthvað svör við þessari fyrirspurn sem við komum með 19. september og hún var eitthvað á þá leið að menn hefðu svo mikið að gera, menn hefðu ekki komist í þetta í allan þennan tíma og það þykir mér slæmt, ég veit ekki betur en það hafi orðið töluverð fjölgun hér til dæmis bara á skrifstofu borgarstjórnar og upplýsingatæknimálin hafi verið færð hingað á eitt stað, einmitt til þess að gera þessa vinnu skilvirkari. En svo fær maður svona, þess sem er leiðilegt að heyrum afdrif þessari tillögu, hún skuli einhvern veginn bara liggja óbætt og það sé ekkert unni í henni. Þannig að ég vil bara skora á borgarstjóra sem fer auðvitað með boðvaldið í þessu húsi að taka sig á, gera skurk í þessu og setja þessa vinnu í gang og vil hvetja formann borgarráðs til þess að reka líka sér sliðruorðið og setja inn á næsta fund sem verður á fimmtudaginn tillögu skipan þessa starfshóp sem var kveðið á í þessari tillögu frá 2. október 2012 og við getum þá bara skipað þennan starfshóp í þessari eða næstu viku, hann getur tekið til starfa og ég er viss að þetta verkefni getur þá verið komið á góða rekspöl og ef ekki bara komist til framkvæmdar í apríl eða maí. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mig langaði nú bara að koma upp hér og leggja orð í belg út af þessu ágæta máli sem við ræðum nú gegnsæi í fjármálum borgarinnar til handa almennum borgurum og ég vil nú gera athugasemd. Ég er mjög hlynntur
meira gegnsæi og aðgengi að upplýsingum en það sem að ég hef sagt áður og svarað fyrir eins og með varðandi seinagang varðandi þetta og ýmis önnur mál að þá vil ég bara ítreka það sem að ég hef sagt að það er búið að vera mjög mikið álag á starfsfólki Reykjavíkur viðvarandi, langvarandi álag og oft eru tölvumálin eins og við höfum til dæmis kynnst og við ræddum hér ekki fyrir svo löngu síðan varðandi aðgerðaráætlun gegn kynbundnum launamunni hjá borginni þá ræddum við það til dæmis meðal annars á þeim forsendum sem sagt hversu erfitt hefur verið að nálgast kyngreindar upplýsingar úr tölvukerfum og þannig að það er engin fyrirsláttur eða tafatækni að mál taki svona langan tíma heldur eða það að skortur á vilja heldur er raunveruleikinn bara svona. Þetta er bara raunveruleiki sem að við búum við og erum að takast á við og svo er það jú með þessi mála þegar að maður fer að kafa í þetta að þá verða nú oft einföldustu hlutir að oft stórum hindrunum og tölvukerfi Reykjavíkurborgar er að mörgu leyti mjög gott en síðan er það líka að mörgu leyti hreinlega bara úrelt og það eru oft mjög flókin mál, flóknir samningar við hugbúnaðarfyrirtæki og svo framvegis og þannig að og síðan eru náttúrulega koma upp atvik, koma upp mál sem að voru ófyrirséð og taka gríðarlegan tíma og vinnu og ég get til dæmis sem dæmi nefnt tölvuárás sem að Vodafone varð fyrir sem er svona dæmi um ófyrirséð atriði og það er síðan algjörlega heill heimur út af fyrir sig hvaða öryggisstaðla við þurfum að setja og hvað er og það er líka getur líka verið afstætt, ég meina hvað er mikið öryggi og hvað er lítið öryggi og hvað er eðlilegt öryggi og hvað er óeðlilega mikið öryggi, ég meina þetta er bara mál sem að má ræða út bara þetta tiltekna atriði er mál sem að hægt að ræða alveg út í hið óendanlega. Auðvitað viljum við
sem mest öryggi en við viljum líka gera það fyrir sanngjarnt eða hóflegt verð. Þannig að ég tel og ég meina þetta hefur sko frá því að ég byrjaði hérna þá hef ég séð margar mjög jákvæðar breytingar á framsetningu á netinu, framsetningu borgarinnar á netinu og ég veit líka að sumt af því hefur sko verið alveg gríðarlega flókið og tekið langan tíma að koma í framkvæmd. Til dæmis margir sem kannski kannast við það að til dæmis það var vandamál hérna að sem sagt að þegar maður setti slóð, þegar maður kópíeraði slóð af síðu Reykjavíkurborgar og til dæmis setti inn á Facebook að þá kom hún ekki með mynd, bara þetta til dæmis sem að gera það til þess að verkum að fólk ólíklegra til þess að smella á slóðina og þannig að já, það sem að ég vildi bara segja að það er alls engin tafa það er engin tafataktík í gangi, engin meðvituð tafataktík og viljinn er til staðar, tæknilega flókið og tekur langan tíma og hérna já, þannig bara til þess að skýra það og árétta það. Takk fyrir. Borgarstjóri loki máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið en ég verð að segja alveg eins og að mér fannst þetta nokkuð afsökunar ræða. Borgarstjóri sagði eins og hefur stundum komið fram hjá honum áður, það verið mikið álag hér í Ráðhúsinu, það verið erfitt að nálgast alls konar upplýsingar, einföldustu hlutir yrðu á stórum hindrunum, það væri vilji til staðar en þetta væri tæknilega flókið og svo framvegis. Nú, ég veit ekki hvað skal segja, sko, ég hef farið yfir þetta mál og spurst fyrir það bæði inn í borgarkerfinu og mönnum sem þekkja vel til í tæknimálum og bókhaldslyklum út í bæ og þeir hafa fullvissað mig það að þetta sé ekki tæknilega flókið og þurfi ekki að taka langan tíma ef vilji er fyrir hendi. Og það kostnaðartölur sem ég taldi upp áðan frá nokkrum ríkjum Bandaríkjanna, hvað þetta kostaði þau og að það alveg augljóst að þetta er ekki mikill kostnaður og þetta hefur ekki vaxið þeim í augum og á ekki að gera í okkar tilviki heldur. Ég held í fram að þetta sé ekki flókið og kosti ekki mikið, borgarstjóri annarri skoðun. Kannski hefur hann bara rangar upplýsingar, ég veit ekki, kannski einhverjir menn sem fullyrða við hann þetta sé allt erfitt. Ég hef svo sem sjálfur lent í því að menn hafa fullyrt mig hér í kerfinu að það sé eitthvað sé erfitt og nánast óframkvæmanlegt sem síðan bara mjög einfalt þegar til að taka. Og við í minnihlutanum, við erum auðvitað ekki aðstöðu til þess að koma svona málum fram. Það borgarstjóri sem hefur boðvald og hér yfir embættismönnum og hefur verkstjórnarvaldið hér í Ráðhúsinu. Þannig að borgarstjórinn verður fyrst og fremst að taka sér tak, trúa meira, ég held að borgarstjóri verði að trúa meira á sjálfan sig og trúa meira á þetta mikilvæga embætti sem borgarstjóraembættið er. Taka sér tak og krefjast þess að það verði að fara að vinna í málinu
og byrjunin á þessu öllu verður kannski svo, finnst mér, að borgarráð skipi þennan starfshóp til að vinna að málinu og gera það tillögur, geri það bara strax, því að ég er viss að það þarf ekki marga fundi til þess að það komi þá í ljós hve flókið og viðamikið verkefni og hvað það kosti mikið. Ég held að í staðinn fyrir að þylja hér upp einhverjar afsakanir og tala hvað þetta sé erfitt og flókið, þá er bara að láta þennan verkefni til hliðar, treysta á okkur sjálf og vinda okkur í verkefnið almenningi til heilla. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að veita andsvar. Það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er mjög mikilvæg umræða sem núna fer fram gagnsæi stjórnsýslunnar og með hvaða hætti við getum gert hana sem gagnsæjasta, ekki bara með þeim hætti sem rætt var hér áðan úr þessum stól, heldur líka með ýmsum öðrum hætti. Ég hlustaði hér á ræðu borgarstjóra þar sem hann fann upp ýmsar ástæður fyrir því að þetta var ekki hægt. Hvernig stendur á því að það er ekki að ýta undir gagnsæi og nýta sér nútíma tækni sem svo mörg sveitarfélög hafa náð að gera víða heim, en við getum það ekki. Stærum okkur þó á því að vera mjög framælega þegar kemur að tækni, ekki síst þegar kemur að tölvutækni. Það er sem sagt vinnuálag, það eru öryggismál, þetta verður að gerast fyrir hóflegt verð og allt uppvöndið það, en svo er því haldið fram að þetta sé ekki tafatækni. Förum aðeins yfir það. Er verið að stunda tafatækni hér í borgarstjórn og að meiri hluta borgarstjórnar. Ég var að fá samantekt á þeim tillögum og fyrirspurnum sem að borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram, bara í borgarráði á þessu kjörtímabili. Og ef að það endurspeglar ekki tafatækni, þá eins og borgarstjórinn kallar það, þá veit ég ekki hvað á að kalla þetta. Ég vil benda borgarstjórn á það að 25 tillögur eru í bið í borgarráði sem ekki hefur verið svarað. 72 hefur verið svarað á þessu kjörtímabili, en 25 í bið. Sú elsta er hérna frá 3. febrúar 2011, þar sem tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi ráðningarferli nýs forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Og ég ætla ekki að fara yfir þær tillögur sem eru í bið, en auðvitað verður að bregðast við þessari stöðu. Hún er auðvitað óþolandi. Þetta er ekki lýðræðislegt, þetta endurspeglar að það er verið að kúga þennan minnihluta sem hefur lýðræðislega skyldur með því að sinna ekki þeim erindum, tillögum og fyrirspurnum sem hann leggur fram í borgarráði, borgarstjórn eða ráðum og nefndum almennt í borginni. Þetta er auðvitað bara lítið hluti þess sem við erum að leggja fram af tillögum og fyrirspurnum í borginni. 10.3.2011, það er sem sagt lögð fram tillaga það að hálfu Sjálfstæðisflokksins að birta gögn samhliða fundargerðum ráða borgarinnar. Og þetta er akkúrat það sem við erum að ræða hér, gagnsæi í stjórnsýslunni. Og þetta kemur til að því að ýmsar stjórnir að gera þetta vítt og breytt. Það er að segja, það eru þá birt gögn sem að þeir sem áhuga hafa á því að kynna sig hvað gerðist á fundum geta farið inn á og skoðað undirgögn. Nú erum við með fundargerðir borgarráðs og annarra ráða borgarinnar alveg í svona símskeita stíl. Það er ekki birta til dæmis greinagerðir, í sumum sveitarfélögum birta greinagerðir. Hér ekki birta greinagerðir. Heldur bara einfaldlega allra stystu útgáfur af því sem þarna fer fram og alveg ljóst að þeir sem ekki skilja málin með öðrum hætti og hafi ekki eitthvað yfirsýn yfir það sem þarna verið fjallum, eiga í mörgum tilfellum í erfitt með að átta sig á það hvað þarna fer fram. Tillagan sú sem ég hérna að nefna, sem ennþá í bið og var lögð fram 10. mars 2011, hljóðar svo með leyfi forseta: fundargerðir borgarráðs og annarra ráða borgarinnar eru stuttar og stikkorðakenndar. Oft eru þær óskiljanlegar þeim sem vilja kynna sér hvar mál eru stödd í kerfinu eða niðurstöður í einstökum málum. Í þeim tilgangi að opna stjórnsýsluna og auðvelda borgarbúum að fylgjast með gangi mála lagt til að gögn sem lögð eru fram á fundum verði gerð aðgengileg og birt á vefsvæðum borgarinnar samhliða fundargerðum ráða og nefnda. Aukið upplýsingaflæði sjálfsögð þjónusta sem mun vonandi virka hvetjandi borgarbúa að taka virkan þátt í vinnslu og ákvörðunum í einstaka málum á vettvangi borgarinnar.
Síðan greinargerð sem bara nokkuð löng og ég ætla ekki að lesa hana og ég bara ávona því að borgarfulltrúar muni það sem að hér var lesið á þeim tíma eða birtist á þeim tíma. En það alveg ljóst að hér bara mjög einfaldan hlut að ræða og ég verð fyrir því eins og ég rekna með allir aðrir borgarfulltrúar að eftir fundi iðulega hringdi mig af fólki sem vinnur á fjölmiðlum og var áhuga á því að fjalla þau mál sem að þarna eru til meðferðar hjá okkur og óska eftir gögnum. Og svo framalega sem á þeim hvíl ekki leynd að þá auðvitað sendi ég þeim það sem ég kemst yfir góðfúslega, ekkert mál, endur opinber gögn, en það á ekki þurfa að vera svona. Auðvitað eiga allir að geta farið í þessi gögn aðeins að vera að leita til mín eða til annara borgarfulltrúa í Ráðhúsinu, svo ég tala nú ekki hérna mjög svo fjölmennu fjölmiðla deild áróðusapparat sem að var komið upp í Ráðhúsinu og hefur mestan áhuga því að fjalla dásemdir þeirra persóna sem að eru að vinna. Hér eru ýmsar aðrar ágætar tillögur sem að ég ætla þá aðeins að fara yfir á eftir, en til dæmis hér einn tillaga sem beðið hefur frá 13. júní 2013 og hún tillaga skipan samráðshóps það hvernig bæta megi þjónustu við byggingariðnaðinn. Við ætlum að fjalla hérna lóðamál á eftir. Og hvað varð þessa tillögu? Bara ekki neitt, hún bara svæfð í borgarráði og ekkert gert við það. Þó þetta bara einföld tillöga það að það sé samráðshópur skipaður með þeim sem að þekkja byggingariðnað mest, eru í framkvæmdum á hverjum tíma til að spyrja þá að því, með hvaða hætti getum við aukið okkar þjónustu við ykkur? Hvernig getum við komið á þessu sambandi? Og þá mun einhverju segja, ég með viðtalstíma og það koma til mig hinnur og þessir og ég að ræða við þá. Það ekki þannig. Það auðvitað þarf að vera dagskrá, menn þurfa að fara yfir ákveðin verkefni, kynna sér það sem að þarf að fara yfir og finna úr lausnir. Þetta bara svæft, kannski það vegna þess að menn hafa hér í meirihlutanum engan áhuga á því að bæta þjónustuna við byggingariðnaðinn. Ég held ekki, ég held að allir hafi áhuga á því að bæta þjónustuna. En þeir bara einhvern veginn hafi engan áhuga á því vegna þess að borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram þessa tillögu. Og það auðvitað algjörlega óviðunandi að sama skapi fyrirspurnir sem að lagðar hafa verið fram af hálfu borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, svona með svipuðum hætti. Hér einn til dæmis frá 15. mars 2012 sem svo elsta, hún fjallar bara að fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi stöðu tónlistarskólana. Það ekki mjög flókið, það ekki mikið mál að afla slíkra upplýsinga og að upplýsa það. Hér eru sem sagt 10 fyrirspurnir, mismunandi gamlar, flestar nokkuð gamlar, sem að lagðar hafi verið fram bara í borgarráði, fyrir utan önnur ráð, sem ekki hafa hlotið neina afgreiðslu og svo tala menn tafatækni. Hvað þetta annað en tafatækni? Það verið að sökkva þessum hugmyndum sem að við erum að leggja fram ofan í eitthvað hyldýpi, gleymskunnar og gæta því að það komi hvergi fram. Mér finnst þetta að vera algjörlega forkastanleg vinnubrögð og ég mun og við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum auðvitað óska eftir áliti innri endurskoðunar á þessum vinnubrögðum. Það náttúrulega ekki hægt að búa við þetta. Við erum gagnrýnd í úttektarskýrslu í skýrslu úttektarnefndar fyrir ýmislegt, meðal annars það að fylgjast ekki nægilega með. Við erum ekki nógu gagnrýnin, legg ekki fram nægilega margar spurningar og kynna okkur ekki nægilega vel málin. Þetta ýmislegt svona sem þar kemur fram. Og því beint meðal annars til minnihlutans að hann legg ekki fram nægilega margar spurningar. Ég held að þessu hefði átt að snúa við, vegna þess að ég held að úttektarnefndin hafi ekki áttað sig á þessu vinnulagi sem að meirihlutin í hér hefur stundað. Þessu átt að snúa við og gagnrýna meirihlutan fyrir það að vera letjandi í þessum efnum með þeim hætti að svara ekki fyrirspurnum og afgreiða ekki tillögur sem að minnihlutinn hefur lagt fram í borgarráði og öðrum ráðum og nefndum og hér í borgarstjórn, heldur að gera helst lítið úr því eða vísa því eitthvað inn í eitthvað svarthol þar sem að það á enga undankomu. Það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Hvar sem hann klunnin sá. Það ekki bara ágætt?
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir umræðuna og taka undir margt í orðum borgarstjóra hér í upphafi. Hér var verið að spurja út í verkefni starfshóps útfærslu og innleiðingu gagnagáttar fjármál Reykjavíkurborgar sem var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi 13. mars 2013. Það er rétt sem þar kom fram að fulltrúar í hópnum eru 3, Halldóra Káradóttir fjármálaskrifstofu sem formaður, Guðfinnur Þór Njúmann skrifstofu borgarstjóra og borgarritari og Óskar Jörgen Sandholt frá skrifstofu þjónustu og reksturs, Eymundur Freyr Þórarinsson sérfræðingur á fjármálaskrifstofu starfaði með hópnum og hann mun gera grein fyrir störfum sínum í borgarráði á fimmtudaginn. Hlutverk hópsins var að koma með tillögu að útfærslu gagnagáttar sem gefi íbúum og öðrum hagsmunaaðilum góða innsýn í fjármál borgarinnar og aðgang að gögnum og upplýsingum gefið raunsanna mynd af meðhöndlun fjármuna borgarinnar og í hvaða verkefni þeim varið. Og hópurinn horfir til þeirra grunnvinnu sem liggur fyrir á fjármálaskrifstofu borgarinnar en horfi einnig til annarra fyrirmynda svo sem hérlendis sem erlendis. Jafnframt vísað í samþykkt borgarstjórnar frá 2. október 2012 sem hér hefur verið gerða umtalsefni og hópurinn átti að skila á síðasta ári en óskaði eftir lengri fresti sem var veittur. Það sem liggur til grundvallar stefnumörkun borgarinnar á sviði upplýsingatækni en í þeirri stefnu sem samþykkt var segir meðal annars rafræna þjónustu að aukin rafræn þjónusta sé mikilvæg og þar bent í þessa átt sem síðan var tekið upp í tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins haustið 2012. Þannig að það nú býsna góð sátt markmiðin í þessu sýnist mér og í skilagrein starfshópsins stefna ríkis og sveitarfélaga rakin að öðru leyti. Það minnt á þau nýju verkefni aukið aðgengi íbúa að fjárhagsupplýsingum sem efnt hefur verið til, svo sem útgefni fjármálaskrifstofu, myndræna framsetningu ársreiknings og fjárhagsáætlunar og hérna nýju árbók Reykjavíkurborgar sem að borgarfulltrúar hafa væntanlega kynnt sér ítarlega. Þar síðan stiklað á ástæðan fyrir birtingu gagna, skilgreining á gögnum, þar að segja opin gögn annars vegar og hrágögn hins vegar því að það geta tekist á mismunandi sjónarmið hvort eigi að birta hrágögn og sumir hafa farið þá leið eða opin gögn og síðan fjallað hugtakið rafræna gagnagátt og hvað felist í henni. Það skemmst frá því að segja að fyrirmyndirnar eru ýmsar og það eru rakin dæmi bæði frá Bandaríkjunum, Evrópu, Bretlandi sérstaklega og Ástralíu og Nýja-Sjálandi í þessari skilagrein og dregnir upp nokkrir valkostir, þar að segja birta opin gögn, að birta þau í rafrænni gagnagátt. Það tiltekið hvernig megi afmarka gögnin, hvernig megi setja þau fram, skilyrði og svo framvegis. Það gert ráð fyrir bæði birtingu gagna sem lúta að tekjum, launum, öðrum rekstrakostnaði og einstökum færslum. Það rétt sem kom fram hjá frummælanda að þarf að skilgreina ákveðna þætti eins og hvernig farið með launagögn þannig að þessu ekki persónugreinanleg nema menn vilji það og eins ákveðna lágmarks upphæðir sem nú virðist vera almenna reglan erlendis. Hér eru gerða tillögur líka að ábyrgð og rekstri í þessu og gerðar sérstakar tillögur og það gert ráð fyrir því að þær verði kjölfari kostnaðarmetnar og senda til umfjöllunar stjórnkerfisnefndar. Það var ekki laust við að maður fyndi til djúprar samúðar með borgarfulltrúanum þegar hann ýmist kvartaði hér í ræðu sinni yfir því að tillögur væru samþykktir eða þeim væri hafnað og var ekki alveg ljóst hvort væri meira harmsefni það að tillögur væri samþykktar eða að þeim væri hafnað. En þetta sem dæmi það þegar tillaga frá minnihlutanum eru samþykktar og unnið ötullega að
faglegum undirbúningi og framgangi málsins eftir það. Við munum glöggva okkur betur á því hvað í tillögunum felst í borgarráð á fimmtudag og væntanlega í kjölfarið í umfjöllun stjórnkerfisnefndar og síðan endanlegum ákvörðunum borgarráðs. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Ég bara þakka fyrir þessa umræðu. Ég held að hún sé alveg stórkostlega mikilvæg og ég held að við erum náttúrulega öll sammála því. Þessi tillaga sem að lögð var hérna fram fyrir mörgum mánuðum síðan var samþykkt af okkur öllum. Við hljótum að hafa mikil vilja til þess að fylgja henni eftir. Þó maður sjáu það ekki alveg svona í hendi sér, allavega ekki kannski fyrir nú veit ég ekki hvernig þessum hópi hefur reitt af, né hvað hann hefur fjallað. En allavega þá er þetta það mikilvægt að mér finnst að við hér, fulltrúarnir sem hér situm, eigum að hafa aðkomu að þessu starfi. Alveg eins og við höfum aðkomu að stefnumótun í upplýsingatækni borgarinnar. Ég held að það sé mjög mikilvægt því við erum fulltrúar þeirra sem við erum að veita stjórnsýslunni eftirlit og við vorum meðal annars gagnrýnd mjög fyrir það í úttekt á stjórnkerfi og stjórnsýslu borgarinnar sem við fengum hérna fyrir svona árið síðan. Okkur ber að taka þetta alvarlega og mér finnst einhvern veginn eins og það hafi ekki verið gert í þessu tilfelli, hlustandi á þær umræður sem hér hafa farið fram. Það sem einmitt þetta getur gert svo gott fyrir okkur er að ef okkur tekst að opna einhvers konar gátt og þá, ég held að við þurfum ekki að fara tiltaka og fara í mynda einhvern starfshóp sem að fyrir gegnum alla ferla Reykjavíkur. Við erum bara að tala rauninni að fá út úr þessu fyrsta skref af 100 ef ekki 1000 sem í þessu tilfelli að fólk geti gert sér grein fyrir í hvað fjármagnið fer. Að við smíðum einfalda brú frá innkaupakerfi borgarinnar út í gegnum vefþjónustu. Þetta er bara ekkert flókið mál. Það þarf eins og að setjast niður og hafa vilja til þess að byrja að skilgreina. Og ég ætla náttúrulega ekki að gagnrýna störf sem ég veit ekki alveg hvernig hafa verið unnin, en við höfum allavega ekkert frétt af þeim, ekki neitt. Það er eins og enginn hafi haft áhuga á þessu, ekki neitt, nema við. Það sem væri svo frábært við þetta, tækist okkur að gera þetta vel og ég held að það sé engin ástæða til að tala það eitthvað niður eins og mér fannst bæði borgarstjóri og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson aðeins vera að gera. Þeir voru strax að tiltaka alls kyns erfiðleika við það að fara út í svona framkvæmd og það er náttúrulega hægt að tala sér niður og gera aldrei neitt vegna þess að allt er svo erfitt. En við erum ekki hér til þess, við höfum fulla burði, alla burði, til þess að gera þetta mjög vel og miklu hraðar. Það er bara viljinn sem þarf. Það sem þetta gæti hins vegar gert fyrir okkur er að þetta gæti aukið verulega traust á því sem við erum að gera. Þetta eykur gegnsæi, við öll myndum græða á því. Við hér 15 sem sitjum í þessum sal og eigum að hafa eftirlit með nákvæmlega þessu, við erum ekki nægilega vel upplýst, engan veginn. Þetta myndi bæði aðstoða okkur og ekki síst almenning sem líka besti eftirlitsaðilinn með því sem við erum að gera og við eigum að virkja þetta eftirlit. Það er bara okkar skylda og ég skil ekki hvað er verið að hangsa yfir svona hlutum. Auðvitað er bara að ganga í þetta og við viljum vera með og það hlýtur að vera sjálfsögkrafa. Það var auðvitað samþykkað hér að borgarráð myndi stofna starfshópinn en það var reyndar ekki gert, heldur var gert á skrifstofu borgarstjóra, hún hefur farið rétt með það. Þannig að umræðan var kannski ekki tekin á þeim stað sem við vildum og við förum að sjálfsögðu fram á það að það verði endurskoðað. Við vitum öll að það er ákveðið, við gætum haft upplýsingar miklu aðgengilegri líka bara milli sviðana hér.
Þannig að sviðin, ólík svið eins og menningar- og ferðamálasvið og upplýsinga, umhverfis- og skipulagssvið, hvaða svið sem ef að þau getur meðal annars verið að fylgjast með hvað að fara í gegn, þá erum við strax komið með svo miklu betra eftirlitskerfi, svo miklu betra. Og þetta þarf ekki að vera svo flókið eins og hér var einhvern veginn ræðurnar byrjuðu hér á, eins og þetta væri allt alveg gríðarlega flókið. Ég hef enga trú á því og ég hef komið að ógreini svona verkefna. Fólk á líka bara rétt á að vita þetta. Það er bara nútímalegt og sjálfsögð krafa að fólk fá þessar upplýsingar, að fá að vita þetta. Og mér finnst að þess vegna eigi þetta verkefni að fara miklu hærra en mörg önnur í forgangsröðinni hér. Og það er ekki hægt að afsaka þennan biðtíma á því að við fáum að vita í rauninni eitthvað. Hvernig á að útfæra þessa tillögu með því að það sé of mikið að gera hjá embættismenn eða í kerfinu. Þetta lýsir fyrst og fremst því að það er lítill vilji hjá þeim sem að eiga að vera að stjórna hér, eða þá einfaldlega að þeir eru ekki að stjórna neinu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls hv. borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að koma hér aðeins upp sérstaklega út af ummælum borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvasonar varðandi upplýsinga og vefdeildina og þetta lítur líka að því sem að ég var að tala hér áðan og þetta með sem að ég hef talað áður og ítrekaði hér áðan að starfsfólk borgarinnar hefur verið undir gríðarlega miklu álagi og það er engin fyrirsláttur, það er bara raunveruleiki og það að segja að það sé bara ekki svo, það er bara einfaldlega rangt. Borgarfulltrúinn kallaði, ef ég heyrði rétt, kallaði upplýsinga og vefdeild Reykjavíkurborgar áróðursdeild og sem að mér finnst alveg ákaflega virðingarlaust tal starfsemi Reykjavíkurborgar og það ágæta starf sem þar er unnið og en það er kannski svona anda þessa hugarfars til starfsfólks borgarinnar að það sé einhvers konar þetta sé svona blýantanagarar og sem að séu mest í því að slaka á og þegar að þeir gera eitthvað þá sé það einhvers konar pólitískur áróður til þess að upphefja mína persónu eða einhverjar viðlíka. Ég fór hérna á fréttir á síðu Reykjavíkur og ætlaði að fá að lesa hér fréttir frá þessari svokölluðu áróðursdeild sem að borgarfulltrúinn svo ósmekklega kallar upplýsinga- og vefdeild Reykjavíkurborgar. Kjarvalsstofa í París er stúdíóíbúð eða vinnuaðstaða sem ætluð er til dvalar fyrir listamenn. Næsta frétt, leikstjórn á skólalóðinni. Í vikunni hófst tilraunaverkefni
í Háteigsskóla sem felst í því að eldri nemendur stjórna leikjum yngri nemenda. Þriðja frétt, Vesturbæjarlaug lokuð 3. til 5. febrúar. Fjórða frétt, magnað myrkur á vetrarhátíð. 2 sýningar opna á Kjarvalsstöðum 8. febrúar. Eggert Jóhannsson Feldskeri, heiðursiðnaðarmaður ársins 2014. Leikskólafólk fjölmennir á ráðstefnu. Sundlauganótt í Breiðholtslaug. Borgarráð lýsir stuðningi við stjórn slökkviliðsins. Næst hér upplýsandi frétt það hvernig brugðist sé við klaka á íþróttasvæðum. Og svo framvegis. Og fjaran iðar af lífi. Ég get í fljótu bragði ekki séð nokkurn einasta áróður eða eitthvað sem að óþarfi og neita því alfarið að upplýsinga og vefdeild Reykjavíkurborgar sé einhvers konar áróðursdeild. Hér þvert á móti verið að reyna að miðla upplýsandi fréttum af lífi og starfi í Reykjavíkurborg á upplýsandi og aðgengilegan hátt og halda öðru fram og hafa svona orð starfsfólk að mínum mati dónaskapur og ekkert annað. Þá hefur hv. borgarstjóri Jón Gnarr lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það náttúrulega heldur skárra. Ef að borgarstjórinn myndi nú bara svona hafa rétt eftir, fjalla það sem að hér sagt með sanngjörnum hætti, ekki að gefa sér eitthvað með svona leikrænum tilburðum og upplestri, uppspenntum öllum. Ég hef aldrei sagt að það var ekki vinnuál á starfsfólki borgarinnar. Ég bara sagði ekkert það. Af hverju segir borgarstjórinn ég hef sagt það? Ég sagði það ekki. Borgarstjórinn segir jafnframt eða ýjar að því að ég hafi talað blýantnagara sem mestuleyti að slaka á eða sinna ykkur allt öðru en þeir að sinna. Ég hef aldrei sagt það. Ég hef aldrei sagt að það væri blýantnagara hér. En svona, ég ætla ekki að fjalla þetta vegna þess að þetta er svona sérkenni á umræðinu sem framfer í kringum borgarstjórann. Það að segja fjalla eitthvað annað heldur en það sem að skipti máli. Kasta fram einhverjum svona litlum kúlum sem að menn eiga síðan að eldast við. Ég ætla ekki að eldast við það vegna þess að það aðalatriðið sem að borgarstjórinn minnist ekki á einu einasta orði. Það það hvernig farið með tillögur og fyrirspurnir minnihlutans hér í borgarstjórn þegar hefur innri endurskoðandi fengið 1 mál til umfjöllunar. Nú fær hann fjölmörg mál af þessum toga til umfjöllunar til þess að fara yfir verklag borgarstjóra sem kannski nú einu sanni blýantnagari hér í ráðhúsinu. Úr því hann nú að nefna það. Hvernig hann og hans meirihluti sem hann veitir forystu, fer með hið lýðræðislega vald og hvernig lýðræðisleg vinnubrögð eru stundu hér í ráðhúsinu. Það ekki góður bragur á þessu, það ekki staðið vel að verki og það algjörlega óþarf að fara að snúa þessu upp á eitthvað allt annað og það merkilegt að borgarstjórinn skuli standa hérna upp. Fjallum það sem að ég var að segja og skuli ekki víkja einu einasta orði að því sem að ég var að nefna hér, sem var það til dæmis að hér bara tillaga frá 3.2.2011, bara svona rétt til þess að nefna, bara sjálfsögð tillaga, eðlileg tillaga sem ekkert gert með. Hún bara sett í bið, henni frestað og ekkert gert með það. Svo eru tillögur sem að líka stjórnsýslulega verðum að hafa bara ákveðnar efasemdir að geti gengið upp. Hér til dæmis tillaga frá 3. október 2013
sem að fjallar það að skoða hvort Strætó BS starfi innan ramma eigendastefnunar. Þetta auðvitað mjög alvarleg tillaga þessa rannsókn. Hún send frá Ráðhúsinu, henni vísað eitthvað til og frá, en hún ekki komið tilbaka og engin rekið eftir því. Og þegar ég hef spurst fyrir hana þá virðist enginn vita hvar þetta mál komið til með að standa. Auðvitað á borgarstjórinn að hafa áhuga á því að fá niðurstöðu í þetta mál og það fjölmörg og góðu tillögur sem að minnihlutinn hefur lagt fram, svo ég tala nú ekki fyrirspurnir sem ættu að vera algjör skylda af hálfu meirihlutans að svara samviskusamlega vegna þess auðvitað að það hið lýðræðislega eftirlit sem að minnihlutinn á að hafa með því sem að gert hér í Ráðhúsinu, með þeim hætti að leggja fram fyrirspurnir í ráðum og nefndum og þá ekki síst í borgarráði. Þannig að ég verð að segja það að mér finnst þessir leikrænu tilburðir borgarstjórans og tilraunir til þess að drepa málinu á dreif og senda það víða völl. Mér finnst það óskemmtilegar, mér finnst það ekki viðeigandi og það endurspegla það alvöruleysi sem að hann nálgast sitt starf með. Já, þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ég verð að minna borgarfulltrúa á að tala af háttsemi hvor við aðra hér í ræðupúlt og það getur ekki talist háttsemi að tala aðra borgarfulltrúa sem blýantsnagara og ég bara verð að fá að segja það hér sem forseti. En borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar. Fundarstjórn, já það athugasemd hér við fundarstjórn. Já, ágætur forseti, góða borgarfulltrúar, ég tek undir það. Orðið blýantnagar ekki fallegt. Það á ekki að nota það. Og borgarstjóri á ekki heldur að nota orðið blýantsnagarar, hér í sinni ræðu. Hann á upptökin af því að fara að kalla fólki þessu nöfnum og mér finnst það óviðeigandi og ég nefndi það hér. Einmitt til þess að benda það að mér finnst það ekki viðeigandi. Þannig ágætur forseti, ég ætla að biðja þig það að beina þessum tilmælum þínum til borgarstjórans. Forseti hefur móttekið þetta andsvar við sínum fundarsköpum en borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sagði að borgarstjóri væri hinn raunverulegu blýantsnagari. Borgarstjóri var ekki... Já, hérna, það þetta að sjá, en ég gat ekki heyrt það í orðum borgarstjóra að hann væri að tala hér til annarra borgarfulltrúa og ég bið þessi forseti að við tölum af háttsemi hvort við annað og við erum öll sammála það. En þá hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég viðhafði orðið blýantsnagari vegna þess að það hefur stundum verið viðhaft starfsfólk Reykjavíkur eða þegar verið að ræða starfsfólk Reykjavíkur og já, mér bregður svo sem ekkert. Það sem ég var nú aðalega kannski að gagnrýna í tali mínu hér áðan var dónaskapur borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar og hvað hann getur verið dónalegur hér í pontu og það var nú þá sérstaklega að kalla upplýsingadeildina áráðusdeild sem ég var að gagnrýna en hann bætti betur og kallaði mig blýantsnagara og ég bara hvet hann til að halda áfram á þessari braut. Þetta er glæsilegt. Til hamingju. Þá hefur háttvirtur borgarstjóri veitt andsvar við ræðu borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, sko, þetta náttúrulega ekki hægt að standa í svona, sko. Það auðvitað ekki hægt að standa hér í borgarstjórn og vera í einhverju svona hnútukasti við borgarstjórn. Þetta sko ekki stand-up hérna í borgarstjórn. Þetta umræða sem á auðvitað að fjalla það sem mestu máli skiptir í borginni en ekki eitthvað svona barnaskap. Svo ég noti það nú að hlýtur að vera fallegra heldur en það sem að borgarstjórn notaði mig sem að ég var í dóni, sem að auðvitað ég nú hissa á að forseti skuli ekki hafa gert athugasemd við.
Ég frábið mig svona umræðu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs, fyrirgefið. Við erum enn í 3. lið umræðu aukið gagnsæi í fjármálum Reykjavíkurborgar og málshefjandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur átt sér stað í dag þetta mál. Ég get ekki sagt að margt hafi skýrst við þetta, en ég vona þó að við höfum náð þeim tilgangi að vekja athygli meirihlutans á því að við sættum okkur ekki við það að svo skýr tillaga sem er algjörlega í þágu almannahagsmuna, hún skuli liggja hér óbætt hjá garði mánuðum og árum saman. Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi og formaður borgarráðs, setti sig ekki úr færi við að hæðast að okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þegar hann svaraði fyrir sig. Sagði að það mætti ekki á milli sjá harmsefnanna hjá okkur hvort að tillögum væri synjað eða þær samþykktar, og þá vil ég bara ítreka að sjálfsögðu er maður ánægður þegar tillögur eru samþykktar því það er svo sjaldan, en það bætir ekki úr skák þegar að menn samþykkja tillögur frá okkur en sjá síðan til þess að það sé ekki unnið eftir þeim. Og hér eigum við auðvitað við fyrst og fremst tillöguna sem var samþykkt í október 2012 um að allar kostnaðargreiðslur borgarinnar yrðu gerðar opinberar með rafrænum hætti á netinu og þessi gagnsæisgátt yrði sett upp. En við eigum líka við þessa tillögu sem við lögðum fram í nóvember 2012, rétt á eftir hinni, og Júlíus Vífill Ingason, borgarfulltrúi, gerði að umtalsefni. Tillaga sem menn töluðu eins og þið væri alveg sammála, og við vitum bara í því tilviki, það er ekki mikið mál, né flókið og alls ekki tæknilega erfitt að koma þeim upplýsingum á netið. En þrátt fyrir það að það sé rúmt ár liðið frá því að þeirri tillögu var reyndar ekki samþykkt en að vísa henni í borgarráð sem er svona hefðbundnari afgreiðsla hjá meirihlutanum á tillögum minnihlutans, að það hefur ekki heldur verið gert í því að koma henni til framkvæmdar. Og það er alveg ljóst að þetta er bara mjög skýr stefni í þessu máli hjá meirihlutanum, að meirihlutinn, hann vill ekki auka gagnsæi þessu leyti. Við getum ekki ályktað öðruvísi þegar við komum hér með tvær tillögur á þessu leyti á miðju kjörtímabili. Við komum með þessar tvær tillögur sem er tiltölulega einfaldara í framkvæmd, tillögur sem er búið að koma í framkvæmd með öðrum hætti í hundruðum ef ekki þúsundum annarra sveitarfélaga í heiminum, og síðan bara tefja menn þetta mál út kjörtímabili. Ég verð að segjast eins og að minnsta kosti með að við vinnur það hingað til í þessu máli, gangin í því, þá efast ég að þetta mál komist til framkvæmdar í lok kjörtímabilsins. Og þá auðvitað veltir maður í fyrir sér hvaða tilgangur er að þjóna. Er það virkilega þannig að meirihlutinn hann bara kæri sig ekki það eða þori ekki að láta þessar upplýsingar á netið, vegna þess að þá kemur þetta í ljós forgangsröðun í borgarkerfinu í hvað eða peningu, það kemur fram örugglega einhver gagnrýni, og ég held að menn ætti ekki að vera hræddir við slíka gagnrýni. Ég held að almenningur eigi bara rétt á að fá hér upplýsingar allar kostnaðargreiðslur, en af einhverjum ástæðum þá hafa menn tafið þessa vinnu. Nú borgarstjóri hann ítrekkaði það hérna ræður rétt áðan að þetta væri svo erfitt, það væri svo mikið álag hér á fólki og einföldustu hlutir yrðu svo flóknir. Og þá vil ég bara ítreka það og hvetja borgarstjóra bara til að öðlast meiri trúa sjálfan sig að það eru auðvitað meirihlutinn sem forgangsraðar hér verkefnum. Við búum að því, við höfum hér þúsundir hæfra starfsmanna í vinnu, og ég veit alveg að mörg verkefni eru þannig að það er sama rútínuverkið dag eftir dag, en þrátt fyrir það þá er unnið að mörgum nýjum hlutum í borgarkerfinu, bæði góðum og slæmum. Og ég neita að trúa því að borgarstjóri og formaður borgarráðs og aðrir borgarfulltrúar sem eru hérna í meirihlutanum eru svona yfirmenninni í kerfinu, að þeir séu svo þjakaðir af álagi að
að þeir get ekki forgangsraðað í þágu brýnna verkefna. Við sjáum líka að það eru alls konar verkefni sem hægt er að telja upp á kjörtímabilinu sem þessi meirihluti hefur beitt sér fyrir sem nýbreytni. Það var hægt að hafa hér bæði góð verkefni og önnur sem ekki eins góð. Ég get nefnt Hofsvallagötuna sem dæmi. Það er heilmikil nýbreytni og þurfti kannski svona fráhvarf frá ákveðnum venjum og þurfti svona nýja hugsun til þess að vinna það verkefni. En það verkefni hafði bara stuðning meirihlutans og það var sett í forgang. Það er hægt að nefna fleiri slík verkefni, langa lista yfir þau. Og við höfum séð, við getum tekið skólamálin sem dæmi, það var miklu púðri eitt í verkefnið breytingar í skólamálum. Ég held enginn efist það að það var verkefni sem krafðist mikilla starfsorku á margra sviða, ekki bara eins sviðs. Og þannig að við sjáum alveg að þessi meirihluti, hann hefur sýnt það að hann getur forgangsraðað. Það má deilum hvort að sú forgangsröðun sé rétt og ég reyndi að tella að hún hafi verið röng að mörgu leyti. En ég ætla að biðja það að menn fari ekki að halda því fram að hér sé álagið svo mikið og menn sé svo þjakaðra verkefnum að þeir geti ekki forgangsraðað í þágu nýrra verkefna. Og það er bara greinilegt að þessi tvö verkefni sem ég nefni, að þau hafa ekki verið í forgangi. Þau hafa ekki hlotið náð fyrir augum meirihlutans og mér finnst það slæmt vegna þess að ég hef trú á því að þessi verkefni, þau munu náttúrulega ekki bara stórauka upplýsingamiðlun til almennings. Ég held að þau séu forsenda fyrir því að það sé hægt að bæta hér heilmargt í rekstri Reykjavíkur borgar. Ég þakka Degi Bjarkjarsyni borgarfulltrúa fyrir það að hafa farið svona yfir feril málsins. Hvað hafi þó verið gert á vettvangi 3 manna nefndar, embættismanna eða starfsmanna sem unnið að málinu. En og það er gott að blessað, en því miður þá hefur, þrátt fyrir þetta sé ekkert flókið verk, þá hefur ekkert orðið úr verki. Þetta er að minnsta kosti ekki komið til framkvæmdar. En tillagan sem var samþykkt hér í borgarstjórn, hún fól ekki það í sér að það yrði skipaður 3 manna hópur starfsmanna til að fara yfir málið. Hún fól það ekki í sér. Hún fól það í sér að borgarráði væri falið að skipa starfshóp til að vinna að málinu og skila tillögunum það hvernig væri staðið að slíku verkefni fyrir 15. mars 2013. Þannig að ég er alveg viss það og skora á borgarfulltrúa meirihlutans að beita sig fyrir því að slíku starfshópi verið skipaður. Ég skal, ef að rétt sem borgarstjóri segir að það sé fólki í ráðhúsinu og víðar sé svo þjakað vinnuálagi að það komi bara ekki við þessum slíkum verkefnum, þá skulum við skulum skaffa fólki hérna vinnuhóp sem getur þá gefið sér tíma í þetta. Ég reikna með að það veri hægt að vinna þetta tölvudeild borgarinn og ef ekki þá bara hægt að fá okkur verktaka út í bæ til að vinna þetta. Það er hægt að bjóða þetta út eða kostnaði með þetta með góðum hætti. Þannig að ég verð að segja að mér finnst ræður borgarfulltrúa meirihlutans í dag fela í sér einhvers konar fyrirslátt eða verkkvíða fyrir slíku verkefni. Þannig að mér finnst það leiðilegt og okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og við hvetjum borgarfulltrúa meirihlutans til að reka sér sliðruorðið, öðlast trú á sjálfa sig í þessu verkefni og taka höndum saman með okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í að koma þessu verkefni fram. Ég er viss að það verið jafnvel hægt að gera þetta fyrir kosningar eða með vorinu, ef að vilji er fyrir hendi. Og við boðum bókun undir þessum liði, þá flytjum hana væntanlega á eftir. Já, þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa boðað bókun undir þessum lið og aðrir borgarfulltrúar áskilja sér rétt til bókunar. Þá er umræðum þennan lið lokið. Við förum þá í næsta lið.